Þór Sigfússon, velkomin í sjókastið. Ég veit ekki hvernig ég ætti að kynna þig inn, sko. Í dag ertu náttúrulega potturinn og pannan í sjáaklassanum, en þú áttir að baki ansi langa feril og ég byrja að kynna þig sem hagfræðiprófessor. Ekki prófessor. Doktor fyrir ekki það. Doktor í alþjóðaviðskiptum, kláraði það, 2012. 2012. Já. Og það svolítið svona amerískt yfirbragð á þér. Svolítið svona svo Hollywood-læknir einhvern veginn. Colgate brosið. Gamli Eyjamaðurinn. Ekkert farið að þynnast hárið að nei. Nei, ekki komið en það því. Herru, þú ert Eyjamaður. Já. Þú ert það í grunninn. Já. Er það kannski upphafið af þessu sjávaklassa ævintýri að alast upp í svona sjávaplási? Ég hugsa það. Fyrsta vinna mín var í vinnslustöðinni á 14 ára í saltfiski. Aldrei áður þá, þó bara 14 ára fengið svínlaun eins og þann tíma og svo hefur alltaf Eyjarnar mjög sterkar taugar til Eyja og ég held sumpart að það hef akkurat verið eina ástæðan fyrir því að ég byrjaði, þetta alltaf verið einhvern veginn undirliggjandi þegar ég var í fyrsta vinna mín eftir nám, því ég kom frá Bandaríkjunum var að vinna hjá Friðriki Sófussyni í fjármálaráðuneytinu og þá horfði ég út á Faxaskála þar sem að nú stendur Harpan. Akkurat. Og ég lagði inn hugmynd sem að inn í hafnarstjórn Reykjavíkur þá það að setja upp sjávarútvegs tæknigarð í Faxaskála. Okay. Þannig að sú hugmynd miklu eldri sko. Þá kom það til vegna sem ég hafði verið þegar ég var í Háskóla Íslands þá hafði ég verið í Stúndablaðinu og hafði skrifað tæknigarðin í Dunhaga og varð rosalega spenntur við þessar tæknigarðshugmynd sko. Þegar þú ert með svona hvolp á móti þér hérna við borðið, tæknigarðinu við Dunhaga. Já, það var fyrsti tæknigarður sem var til. Það var Háskóli Íslands sem átti hugmynd af því að setja upp svona tæknigarð þar sem hugmyndin var að blanda saman fyrirtæki sem væru nýbyrjuð og í svona, það var að vaksa mjög allan heim þessi hugmyndafræðum það að tæknifyrirtæki ætti að vera saman í sprotum og tengjast akademíunni með einhverjum hætti. Ingjaldur Hannibalsson, vinur minn, var einn af mönnunum þarna á baku þetta og samt fleirum og ég skrifaði þetta og var mjög hrifinn af þessari hugmynd. Ég hef alltaf haft trú á því að það sé gríðarlega mikilvægt að hafa einhvern veginn kaffivél í miðjunni og láta fólk hittast og tala saman. Og þannig að má segja að það hefur svona verið að gerjast í mér lengi og jafnvel þegar ég var í Heimdalli þá skrifaði ég grein, þá var ég 19 ára sko, það var 1983. Þá skrifaði ég grein í eitt Heimdallablað sem að hét Gull úr góri. Gull úr góri, ok. Og það var Þorsteinn bróðir minn sem átti þann titil og hugmyndin var þar að fjalla það sem doktor Jón Bragi var að gera þá, heitinn, sem var að vinna ensím úr þorski. Okay. Og mér fannst það bara svo merkið, mér fannst alveg ástæðilega að skrifa það. En þannig að undir þessu öllu einhvern veginn að gerjast eitthvað sem ég veit ekki út af síðan fór maður í einhvern allt annan bransa en þarna undir þetta og svo hitt að vera úr Eyjum. Þetta er mjög hollt fyrir mig að þetta samtal við þig vegna þess að þetta slær öllu mínu fordómum sem að ég hafði á sínu tíma þegar sjáaklassin var að spretta upp. Þá hugsaði með mig hvað er þessi tryggingaforstjóri að vilja upp á dekk í mína grein. Já, ég held að það hefur margir spursið að því. Já, var það þá sko, ég veit að það er kannski hæpið en þegar þú varst 14 ára gamall, varst að vinna í vinnslustöðinni, varstu strax farin að vera svona þengjandi að væri hægt að gera meira á verðmætunum eða bæta verklag eða eitthvað svona, var eitthvað neisti sem að kviknaði alveg þar? Nei, ég held ekki. Ég hugsa sko, það var meira þegar ég skrifaði þessa grein 19 ára sem ég fór að hugsa að þetta væri skemmtileg pæling. Heimdallagreinina góðu. En svo fórstu í nám til Bandaríkjanna og sástu fyrir þér þegar þú fórstu út fórstu til Norður Karolínu það ekki? Jú. Sástu fyrir þér að þú kemur til með að fást við eitthvað innan sjávarútvegs sem svona var Íslendingur það ríkur í þér að ég get sagt að það kannski búið að vera smá vandi það hefur breyst heilmikið núna það var auðvitað þannig að manni fannst að þessi fyrirtæki væru bara fjölskyldufyrirtæki. Þannig að þú vissir það alveg að það væri svona grunaður að það væri alltaf einhver svona síling, einhver loft sem þýtt að þú kemist aldrei á toppin í þessu fyrirtækjum, það var alltaf fjölskyldutengsl sem ættu við. Þetta hefur sem betur fyrir breyst sko. Þannig að ég hugsa að maður hefur ekki haft
sjávarútveginn ofarlega á blaði þegar maður var að hugsa til þess hvað maður myndi gera frekar en aðrir og það auðvitað búið að vera smá vandamál líka fyrir okkur núna jafnvel þegar við erum að kynna ungu fólki þar sem að tækifærin eru þá finnst í stundum eins og þetta sé grein sem að annarkvort eins og ég er mjög oft búin að heyra úr fortíðin allavega þegar ég byrjaði með klasan þá spurði fólk sig að því og spurði mig að því hvers vegna valdur sjávarútveginn sko. Ég veit að amma og afi voru í sjávarútveginum en hann er alveg deyjandi grein sko. Það er ekkert meira að gerast í honum það fækkar bara sjómönnum og fækkar í vinstunni með tækninni og þú ert að velja þessa grein sem er í svona deyjandi grein. Hvenær varst að heyra þetta? 2010, þegar ég var að byrja að stúdera þetta 2009, 2010, 2011 þá var þetta mjög mikið og jafnvel í greininni sjálfri þegar ég opnaði til dæmis úr sjávarklassans fyrsta áfangan þá voru vinir mínir í sjávarútvegi sem sagði bara það var gaman þessa hugmynd en ég þekki allir í greininni það er enginn sem þarf húsnæði og þannig að við erum sjálf búin að vera dálítið í þeirri hugmyndafræði að greinin sé bara takmörkuð en það sem að við sáum alltaf fyrir okkur var að það eru endalaust tækifæri í þessari grein sem enginn hefur vitað af og ég man alltaf þegar kom til mín strákur í svona svartu leðurdressingur og sagði ég vil endilega vera í húsi sjávarklassans þetta var 2014 og ég sagði hérna hvað gerur hann sagði ég er fatahönnuður ég sagði því miður veist að ég kann vel við hönnun en við höfum ekkert svo mikið pláss fyrir fatahönnu hjá okkur þá sagði ég er auðvitað bara að vinna úr leðri laxaðleðri aðalega og hann var bara með tískufatnað og laxaðleðri og þetta sýnir okkur hvað þessi grein er að verða fjölbreytt og áhugaverð en við þurfum auðvitað að segja frá því. Já, það er verið að taka ýmsar afurðir sem að áður var litið á bara sem annarkvort landfyllingu eða refafóður og gera úr því allt önnur verðmæti. Já, bara tækifæri þarna eru endalaus. En hvað var það sem að kveikti neistan hjá þér á þessum tíma? Þú varst búin að vera þarna rétt á undan sem forstjóri Sjóvár, ekki satt? Og bara farsæll og flottur í því starfi og svo hlýtur að vera eitthvað svona mómenta sem að þegar bölmóðurinn er allur í kringu sjávarútveginn og hvað er það sem að svona hratt þér út í þetta? Sko ég get sagt að ég var að skrifa þarna doktorsritgerð það hvernig íslenski frumkvöðlar í öllum tæknigreinum, ekkert tengt sjávarútvegi, hvernig stæði á því að sum þeirra fóru til útlanda með hugmyndina sínar og keyrðu þau áfram að önnur voru svona dálítið heimaalin. Var eitthvað í hugafæri þeirra var eitthvað í menntun þeirra sem gerða verkum að sum fyrirtækin voru með svona leiðtoga sem fóru bara strax í það að verða alþjóðleg og það sem ég rak augun í var meira það líka fyrir utan það að það skipti mála að fólki hafi numið ellendis til dæmis sem hafi mikið að segja það að það sá heiminn öllítið stærri var að þau sem höfðu verið að þjóna mörgum kannski sjávarútvegsfyrirtækjum síðustu 10-15 árin kannski þau höfðu sagt um mig sko ég er í mjög nánu sambandi við þennan eina útgerðarmann eða útgerðarstjóra og þau vilja ekki opna mikið á það sko. Það var svona dálítið eins og að koma inn í sílói til þeirra og maður skildi þetta vel vegna þess að þetta er náttúruauðlind og menn vil ekkit endalaust vera að spreta hugmyndunum þannig að aðrir komi inn í greinina sko. Þannig að ég hugsaði mér það er galli þarna vegna þess að við erum auðvitað að fara upp einhverja virðiskeðju við erum að fara að búa meira virði úr aflanum og þá þurfa útgerðarmenn að vera í meina sambandi við þá sem eru jafnvel að búa líf eða náttúruefni eða heilsuefni úr þessar afurð þá þurfa að fara að tengja saman fólk sem er mjög ólíkt með ólíkan bakgrunn þá þýr ekki bara að fara á elli úþing Þú veist, það þýr ekki bara við sjónvarpssambandinu það þarf að fara lengra með þetta En það við skulum gefa smá kredit til þeirra fyrirtækja sem að voru náttúrulega til enga síður, þú veist, við erum með Marel og Hampiðuna og svona stór fyrirtæki sem voru búin að hasla sig öll á erlendu vettvangi, nutu góðs að því að vera í þéttu samstarfi við útgerðina heima en sko hvað ætli valdi því að þessi fyrirtæki náðu að vaksa og dafna svona alveg svakalega en einhvern veginn önnur sprutt upp og lokuðu þar, maður sá margar búlunar loka dyrunum bara jafn harðan og þær opnuðu. Ég er sannfærður reyndar það er alla tíð þess að við hefum aldrei sagt að sjávarklassinn sé upphafið að einhverju heldur miklu frekar bara ákveðin margfaldar í því hugmyndafræði sem því mörg fyrirtæki eru þetta það sem er svo frábært í fyrir við söguna sama hvort það er Helgi sem stofnar Völku á sínum tíma eða með einstaklingar sem hafa stofnað tæknifyrirtæki í tengslum við sjávarútveg þau eiga mörg hver þessa sögu
fólk sagði mér sögur af því þegar það hitti Sigur Einarsson, forstjóra Ísfélagsins í Vestmannaeyjum og hann sagði bara ég vil fá, ef þú kemur með þessa tækni þá ætla ég að kaupa hana og við ætlum að vera í heimsklassa og það sama með HB Granda sögur þar sem að Ingimundur verksmiðjustjóri þar, hann segir bara við menn komdu með þessa hugmynd við skulum kaupa fyrstu frumgerð ef hún lukkast eins og talar út af því að það sem var uppgötvað síðan er að þegar þú ferð til útlanda þá viðkvæðið hjá mörgum að þessum útgerðarfyrirtækjum og vinnslum what I have is good enough. Við eigum þetta ekki til Íslendingar. Nei, við erum svona hvað maður að segja, við erum opnari fyrir því að optimisera eða það er þess að besta hlutina ástandi sem við höfum í dag. Það er einhver nýjungagirni í þessum genum okkar sem við erum að halda í. Þau eru ekki sjálfgefin, þau eru eitthvað sem við þurfum absolutt að varðveita. Og óbeinandi trú á okkur sjálfum. Já, allt og mikil trústundum, en það er betra að hafa enga trú. Það er það, sko. Það er ég átti einhvern tíma að spjall við danskan kollega minn þegar ég var út í Danmörku sem var algjörlega að brjóta heilan yfir því sko hvernig stæði á því að við ættum svona marga atvinnumenn í fótbolta með þess að starfandi í Danmörku og með að við höfðatölu þá bara gekk dæmið alls ekki upp. Þá benti á þetta einmitt að við Íslendingar sko öll börn fæðast með þetta er svona partur af sjálfsbjargar viðleitni að við fæðust með það í kollinum að við séum nafli alheimsins til þess að komast af í stóru systkinahópi og svona. Svo eldist þetta af flestum, þetta eldist ekkit mikið af Íslendingum og meðan Danir eru aftur á móti með innprenta í sína þjóðarsál, það er jentilófin að þú skalt ekkit halda þú sétt betri en hinn. Nei, hárrétt. En svo farðu þessa hugmynd í kollin, sjávarklassan að koma að fóta einhverju svona vettvangi, einhverja grósku samstarfs. Væri til ég að segja mér hvernig gekk að hrinda þessu framkvæmd, að fá með þér fólk í þessa vegferð? Áttirðu bara sanda seðlum undir kottanu til þess að byrja þetta eða þurftir ekki að samfara einhverja með þér í þetta? Ég þurfti að samfara menn til að byrja með og það lukkaðist sérstaklega vel, það var erfiðara hjá hinu opinbera og ég svona gleymi því nú bara ekki út af því að við þorfum var það að þetta þyrfti ekkert sko, maður hefði haldið að væri sko miklu meir áhugi þeim megin það er að mótaði dálítið þessa hugmynd að þetta yrði aldrei ríkisrekið og ég átti til þess fyrsti fundurinn minn var með Guðmundi Kristjánssoni sem ég gleymi aldrei fólk til hans á skrifstofuna með þessa pælingu og kynntónum, þá er ég nýkomin úr doktorspælingunum öllum sko, allskins slókun og annað sem að voru svona partur að því að vera í doktorsnámi og svo var ég búin að kynna þetta fyrir hann þá sagði hann, flott segðu mér þetta nú á íslensku, Þór og þetta er svo líkt honum og þar með tók ég þennan líka bara það fattaði ég, það er svo gaman að þessu þegar tveir ólíkir heimar mætast, skilja þessi sem var akademía mín sem ég var bara vanur og fannst fínt sko og svo hins vegar bara alvöru raunheimar sko. Akkurat. Og hann hefur verið með mér eins og margir frá upphafi að bakka þetta upp. Þetta erum ekki við lifum ekki á styrkjum, við erum aðalega með núna þjónustutekjur frá útlöndum út af þessum 100% fiski og fleiri verkefnum að stofna klasa utan Íslands en þetta geta notað nafnið hans og nokkura svona sem voru með mér þá varð mér mjög verðmætt. Já, það hefur verið ómetanlegt, hann er einmitt mjög nýjungakjarn. Hann er ótrúlega nýjungakjarn og svo kom Birna Einarsdóttir og Eimskip kom með okkur og HB Grandi kom með og þannig að það var gríðarlega þýðingamikið. En það var gaman líka því núna þegar ég til þess við átti ekkert mikið penning til að setja þarna húsgögn. Ég kom með gömul húsgögn og gamlan plötuspillara þarna með þessa og mér svo fyndi, ég fekk norðmenn í heimsókn í fyrstu heimsóknunum og ég sá að þeir horfðu á þetta og hugsaðu ekki óskaplegur Íslendingar fátækir sko. Nú þykir þetta alltaf cool sko. Ég er ennþá með sófasetti sem ég á gamla sem að koma inn og já, það svipur stemning að koma inn í klassan sko. Já, það að gera halda þessu. En sko ef þú hefðir hitt mig en ekki svona nýjungakjarnan og framsýnan manni svo Guðmund að pitcha kynna þessa hugmynd hefur hitt mig forpokaðan og svona með rörsinn og hefur að segja mér þetta þá hefði ég sagt bara hvað þetta er bara leiguhúsnaði fyrir skrifstofur með auka skrefum. Geturðu sagt mér hvað þú hefði sagt við mig þá?
Ég hefði sagt, þú hefur bara nokkuð til þín máls. Já. Ég held að máli sé að þetta þetta bara, rammin eitt, sko. Svo bara spurningum fólkið. Og það sem við þurfum alltaf að finna fólk sem hefur áhuga á fólki og fólk sem að pæla í hlutum. Ég til dæmis horfi mjög til þess bara að fá fólk, ekki endilega hugmyndin sé svo besta sem að koma frá fólki. Heldur sé það bara, sé fólkið áhugasamt að hitta aðra og út af því að businessplön, viðskipta áætlanir, þar verða ekki til lengur í eldhúsinu hjá þér heima. Nei. Þar verða til vegna þess að þú ferði í svona umhverfi og ert að opna hugmyndirnar, segja frá þeim, þróa þær. Þetta svona dálítið eins og þegar líkingin hefur verið dálítið þannig að þetta sé svona svipað og þú farir heim til þín og sért að undirbúa að hafa kvöldverðin en þú gerir það bara með því að opna ískápinn og sjá hvaða resúrsur eru þar og svo mixar eitthvað. Svipaði með húsið mitt, hugmyndin bara svo þú sett með allskins resúrsur, fólk með ólíka þekkingu og hugmyndir og reynslu, svo púslar þessu saman úrverður businessplanið þitt. Já, ætli þetta sé ekki svona eins og fyrst þú nefnir húsabyggingar sko, það voru bara með einn smið sem að smíðar alltaf sömu tegundana valmaþakki, þá hann bara að fara að gera það alla æfi, en ef hann fyrir að vinna með öðrum eða svona nálægt öðrum smiðu, þá kannski lærir hann eitthvað af hinnum. Já, svo var svo skemmtileg dæmi þegar Norðursalt var þarna hjá mér, Garðar Stefánsson sem núna náttúrulega slá í gegn með gút vörurnar og Jói 3X sem náttúrulega bara einn stjarnan í mínum ferli, frábær maður sem stofnaði 3X. Já. Þeir hittust við kaffivélina í sjávarklassinu bara á fyrstu dögum sjávarklassan sko. Og og þeir fóru að tala saman og Jói þeir fóru að hjálpa staðið að koma ákveðinni tækni sem þurfti fyrir Norðursalt í gegn fyrir vesturina og svona voru dæmin, kaffivélin og umhverfið fóru að skipta máli, annað sem ferlega gaman að við fengum 10 fyrirtæki fyrst inn, skoskur útgerðarmaður þvældist þarna inn í húsið og svo byrjaði hann bara að labba á milli fyrirtækja og þá uppgötaði fólk. Þetta var eins og að vera með expo allan ásins syng. Já. Í staðis að menn væri einhvers staðar í Fossvogi í bílskúrnu hjá sér eða í Ármúlanum við hliðin á einhverjum talnatarstofum, þá varstu allt bara komin inn í dýnamík og það alltaf verið mitt motto að búa svona movement eða hreyfingu í kringum þetta. Það skort okkur Íslendinga hefur skort það að við séum að trúa því að við séum Silicon-dalur sjávarútvegs í heiminum. Ég skil ekki akkur við höfum ekki trúa því, en við erum farin að trúa því meira. Því við erum algjörlega með hugafarið, tæknina, forystu fyrirtækin og allt sem þarf til þess að algjörlega að massa það og á þess að gera bara einhverju monti, við getum gert heilmikinn pening og heilmikið af störfum út úr því ef við stöndum rétt að málum. Í doktorsritgerð gerir ég ráð fyrir því að þú hafi verið að velta fyrir þér hérna sko hvað við getum búið til mikil verðmæti úr hverju kílói eða þannig, hvernig getum við hámarkað einhver afurðaverðmæti, var það ekki eitthvað sem að þvældist inn í þessa ritgerð? Allt sem að snerist þetta bara tengingar og hvernig það getur búið til verðmæti. Höfum við hérna frá því opnaði sjávarklassan, höfum við stigið lengra í áttina að því að búa til fleiri krónur inn í landið úr hverju kílói? Já, við vita stærstu sigrarnir eru þeir sem mest ber á. Já. En þeir eru svo fjölmargir aðrir. Þekkjum við Fertram söguna. Já. Fertram var sko til dæmis við vorum með hana í opnun sjávarklassans, það sé í Marel vorum við með stoppfund þar sem að ungu maður stóð upp með þessa hugmynd sína. Fertram 2011, 2012, svo fórum við til Bandaríkjanna og það sem að var að kynna, alltaf var hann bara í eldhúsinu að vinna með eiginkonu sinni að koma þessari hugmynd á koppinn og svo eru bara endalausar hugmyndir að verða til í þessum geira. Núna síðast sko, það ungu maður sem starfar hjá mér núna sem að skoða með miltað úr þorskinum, með norskum aðilum, hvort að megi gera meir úr því. Það fólk að koma til mín með þetta fullta hugmyndum þörunga. Við fáum vikulega til okkar unga frumkvöla með hugmyndir. Og fáið þið vekið þið athygli utan landsteinna, fólk að gera sér ferð til þess að kíkja á þessi fyrirtæki? Við erum bara, Íslendingar erum alltaf bara, við erum að uppgöta það betur og betur hvað við höfum mikið tækifæri í þessu og það bara fullt að við erum að fá 23.000 útlendingar til okkar á hverju ári í sjávarklassan og við erum þetta núna komnir með 11 klasa heiminn, sjávarklassa sem eru þetta reknir bara sjálfstætt og non-profit og allt en eru samt að fara með íslenska módelið og þar með Íslandi þetta spurjast út mjög hratt. Við vorum að opna í Skotlandi með fólki, við vorum að opna í Danmörku, við erum búin að opna 4 í Bandaríkjunum hafa mestan áhuga haft á klassanum og ég veit ekki hvað það
þeim finnst þetta aldrei fyndið, þeim finnst bara þessi stór þjóð að sé einhver svona lítil þjóð í Norður-Atlantshafi sem svona miklu betra en þau í þessu, finnst þeim fyndið. Á meðan að Norðurlandabúarnir hafa stundum verið aldrei feimnir við það. Þeir eru svona stóru systkinin okkar, þeim finnst aldrei skrítið að við getum verið svona afburða á þessu sviði en ekki þau. Já, ég veit hvað þetta er svona smáþjóðakomplex að smáþjóðir sem að þú veist, Danmörk og Noregur og Svíþjóðir vissulega eru, það er líta á allar. Já, ég var allan að rekja mig á því í gegnum lífið að sko, Dönum finnst alla þjóðir sem eru smærri heldur 5,5 miljón vera bara algjört rusleríki sem að þýðir ekkert að vera að spá í sko. Þetta er smá þjóðakomplex en Kanin er aftur á móti bara meðvitaður sinn styrk og sína starð og þess vegna getur hann bara dáðstæða sem litla. Ég held að sé bara þannig. Það stundum talað að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo er það að svína á einhverjum og það er bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 Happdrætti Das. Heyrðu en 100% fiskur, hvað er það? Það gengur út á það að segja bara við heiminn, við vitum af því að það eru í kringum 20 milljónir tonna af fiski sem er verið að henda aðalega eftir vinnslu í landi. Beingörðum og einhverju sem fellur til. Bara öllu, það er rauninni bara sumir eru ennþá bara að taka flökin og henda því og við vitum að þessar 20 milljónir tonna getur ímyndaði hvað þetta er. Þetta eru margir matarskammtar. Þetta eru 20 miljardar kílóa sko. Þannig að við getum sagt að þetta getur 80 miljardar diskar sko. Það var þetta brauðfæða mjög marga með stóru hluta þessu. En þannig að við höfum verið að segja að þetta má gera betur og við höfum uppgötað svo ótrúlega oft að við förum til landa sem að æðstu ráðamenn hafa aldrei gert sér í hugalund að þetta sem þeir kalla waste í sjávarútvegi sé eitthvað annað en waste. Það sé að gera það einhverju verðmætum. Sko. Þannig að íslenska módelið þarna er að kalla á aðgerðir. Þetta þýðir mengun, þetta þýðir metan sem að losnar á landi og við Íslendingar eru núna því við teljum komin upp í hátt í 90% að svekkja með dálítið þessi útflutningur á óunnum fiski, hann er að rugla með aðeins, ég skil hvað í ósköpunum er að segja þar en það er að hluta til einhverja ytri aðstæðu líka en við erum allavega í heimsklassa í þessu og þurfum að halda því þannig að við trúum því að þessi boðskapur er að þurfi að komast víðar. Við erum komið verkefni núna í samstarfi við ýmsa aðila, Marel er með okkur í þessu og Kúrió var í þessu með okkur, Matís þetta er náttúrulega algjörlega gríðarlega mikilvægt apparat til þess að fara út með þekkinguna, kenna fólki og vonandi leiða til þess að það kaupi síðan íslenska þekkingu, íslenska tækni og við getum haldið áfram að gera allt í senn. Hjálpa í umhverfismálunum en leið skapa störf og tækifæri fyrir Íslendinga utan Íslands. Og veistu eitthvað nefna með að þetta veri partur af svona tekjumódeli sjávarklassins? Þetta kaupa menn þá sko eða fyrirtæki að stofnanir hugmyndafræðina? Já, við erum með sérfræðinga núna í vinnu hjá okkur og erum líka með notum utanakomandi sérfræðinga sem að fara það út. Við til dæmis fórum til vatnana miklu í Bandaríkjunum sem stærsta vatnasvæði, ferskvatnasvæði heims og þar eru opinberaðilar og einkaaðilar að vinna því að segja við getum gert betur með þennan fisk þannig að veiðist og þá þar sem þau gerðu, þau sendu frosinn fisk til Íslands af tegundum hvítfisk sem eru mjög verðlitlar í þessum löndum á þessu svæði og sögðu hvað getið þið gert við þetta. Við fórum með í Marelvélar og Kúrióvélar og skárum fiskinn þar, hann kom miklu hvítar út en nokkur sem hefði tekist hjá þeim í handflökun úti. Við fórum með roðið á vin okkar í Atlantic Leather, gerði leður úr því. Þessi svörtu leðurbuksun? Nei, það er ekki sami. Ekki sami. Þetta er alvöru fyrirtæki núna sem er á Tálknafirði, frábært fyrirtæki. Og síðan tókum við kollagen með Matís og sendum tilbaka og segðum bara þetta eru superverðmæti. Og þetta gerði verkum að nú eru 70 fyrirtæki við Great Lakes, sjávarútvegsfyrirtæki, búin að skrifa undir það sem kallast 100% pledge. Vegna þess að þau sjá að þetta er ekki bara að hjálpa náttúrunni, umhverfinu, þetta er auðvitað bara mikil verðmæti fyrir fyrirtækin sjálf og það hefur alltaf verið útgangspunkturinn okkar. Að það er brilljant að við getum gert hvoru tveggja í senn. Við erum í þrennt.
skapa störf á svæðinu, gert gott í umhverfismálunum og verðmæti fyrir fyrirtækin sjálf. Þetta magna, leiðir svona af sér líka þá eru afleitar sölur eins og á kúrióvélum eða marelvélum til? Það við samfærum og við áttum þeir óskuðu eftir tilbúðum til dæmis í vélar frá tæknifyrirtækjum á Íslandi eftir þessar heimsóknir okkar og vinnu okkar við Great Lakes. Nú erum við að vinna mikið með Skotunum, við erum að vinna í Namibíu og víða og þetta það sem við erum að láta okkur dreyma. Þetta stóra málið það að við séum bara þáttið góð að segja þessa sögu. Fólk segir bara að þú ert að nefna sjávarútveg og að gera betur í þeirri grein sem alvöru grein, þá eigi að koma til Íslands og læra þar og átt að sjá því hvað og fara að kaupa tækni og þekkingu af okkur Íslendingum. Skrúfum aðeins aftur í óunna fiskin sem fluttur út. Það svona pínu skref aftur á baka mitt, þegar maður eftir heldur að þetta sé Er þetta bein afleiðing af hækkuðum veiðigjöldum? Er verið að eldast við ódýrar vinnuafl erlendis eða hvað? Nú mesta hættan svo að það þetta samdráttur í veiðum í nágrannlöndum á þorski sem þýðir að nú standa vinnsluhús auð og þá þetta allt meira en ríkisrekið, ríkisstyrt sem þýðir að það á að halda út í ríkisstyrkjum í þessi vinnsluhús og þau geta þá boðið betur í fiskin okkar óunnin og þeirra verður fyrir okkar vinnsluhús að keppa við þennan þessi erlendu hús. Hvað getum við gert til þess að styðja betur við innlenda fullframleiðslu? Ægir Páll var með frábært erindi, forstjóri í IS, hann var með frábært erindi á sjávarútvegsráðstefnunni og hann sagði sem að ég held að verði bara hugað hvort að eigi að fara að leggja gjald með einhverjum hætti á þetta, kom draga þannig úr þessu. Óunnin útflutning. Ég ekki vanur að tala fyrir ég ekki vanur að tala fyrir gjöldum eða tollum, en ég held að við þurfum einhvern veginn að passa upp á þetta. Því þetta ekki þetta fyrirtæki sem eru með alla vinnsluna og þú veist, allan prósessin, þau ekki að standa í þessu, en mjög litlu mæli. Það sé að þau sem eru með þetta samtvinnað allt saman, vinnslu og veiðar og eru með tæknina sem að gera það verkum að samkeppnisstaðan sterk. En við erum að horfa upp á að það kann að gerast núna hjá okkur að ímynd fisksins, íslenska, hún fari niður vegna þess að vinnslan sumstaðar eru ömurlega á þessu, annars staðar í heiminum og það kynnt sem íslenskur fiskur. Það bara stór varasamt fyrir okkur að missa það þó niður sem við höfum, sem að vera með dýrasta fiskinn á markanum og þann sem að fólk sækist eftir. Af því hún nefndir Iceland Seafood, þar sem að Ægir Páll forstjóri, þar starfaði ég sjálfur fyrir einhverjum, ég veit ekki, 12-13 árum síðan, var í sölumálum og ég var þar í 2 ár. Allt og ungur, var alltaf að horfa bara út um gluggan á skipið sigli í burtu og sprakk svo einn daginn og fór aftur á sjó. En þetta var góðu tími og lærdómsríkur fyrir mig. Og á þessum 2 árum telst mér að ég hafi ábyggilega setið 5 eða 6 ráðstefnur innan sjávarútvegs sem báru yfirskriftina sameiginlegt söluátak á sjávarafurðum. Og það byrjaði alltaf eins og endaði alltaf á sama veg. Það byrjaði á því að við fengum einhvern svona hressan markaðsmann, eða þar sé að þetta var kannski haldið af Icelandair eða af Iceland Seafood eða Samherja eða einhverjum svona og það byrjaði alltaf á því að það kom einhver svona spaði frá einhverju auglýsingafyrirtæki í Bretlandi eða í Noregi eða í Bandaríkjunum og byrjaði að tala eins og nýjasta dæmið að við þurfum að tala út á við með Silicon Valley fisksins eða við þurfum að vera Gucci í sjávarútvegi, þurfum að styrkja vörumerki Íslendinga og það þarf að gera þetta sameiginlega í sameiginlegu átaki. Það þýðir ekki að Skinnið Þinganes sé með sína fröðkassa sem að þeir merkja með sínu limmiðum og hugsi bara þetta mitt vörumerki og það þekki minn kaupandi út í húl. Og sama með, ég veit ekki, HG eða einhver annan, en það þurfi nú að fara í einhver svipaða leið og Normenn hafa gert með laxinn undir Norge, sama logói, sameiginlegt markaðsátak og það bara einhver svona nefskattur á söluverðmæti til þess að gera úr þessu einhverja eina öfluga heild. En þessi málþing og þessar ráðstefnu endur alltaf sama veg að
útgerðaraðilinn nefndi mig hvað hann væri nú með flottan límið á sínum fröðkassa og hver ætti nú eiginlega að fara að borga fyrir þetta, ekki alltaf ég að gera það og benda menn hver á annars sko ríkið og hérna Íslandsstofu eða söluaðilana eða útgerðinnar. Er sama staðan í dag í sölumálum, markaðsmálum á svona almennt á fiski? Já, ég held að sko, og þetta auðvitað ekkit einfalt. Ég man alltaf, ég stóð með einum útgerðarmanni við Reykjavíkurhöfn í húsinu okkur og vorum eitthvað að spjalla saman þessi mál og hann benti á opna kassa sem voru við höfnina þá og hann sagði sko, þessi sólbakaði fiskur, ég myndi aldrei vilja verða partur af því í sölumálunum okkar. Akkurat. Punkturinn var sá, það ekki bara allir að vinna eins og það metnaður að gera vel og sum fyrirtækin hafa náð algjör í fórust á því sviði, þannig að við verðum að skilja það sjónami líka. Já. En svo þetta bara íhaldssemi. Fólk með fína milliliði hér og þar og búið að selja bölk. Ég kom einhvern tímann og ræddi við annan sem ég sagði við hann sko, hvað ef við fengjum bara, þú veist, færum bara fullt í Lundúna veitingastæðina, fengjum sko 50% hærra verð og þá fór hann að reikna og sagði okkur, segjum 100 kíló á viku á 200 staði. Með 2 tonn á viku, þú veist að þetta eru engar tölur, þannig að við erum dálítið í svona þessu bölk kultúr. Ég held að við höfum fullt að tækifærum og nú erum við að sjá Færeyingana ná rosalegum árangri með laxinn til dæmis. Já. Ég held að séum pínlítið að klúra því í laxinum líka hérna heima. Já, við erum ekki að skilgreina okkur nóg, það ekki sérstæða með hérna. Já, þetta eru auðvitað Norðmenn sem eiga sjóveldið og mér finnst að vera ekki vænt Norðmenn, mér finnst þeir vera þreyttir á þessu öllu og ég finn til dæmis fyrir því núna startupin okkar, þau eiga mjög gott með að fara í landeldisfyrirtæki sem eru með oft Íslendinga í stóru eignarhlutar Íslendingar. Þeir eru bara opnari fyrir því að hitta þessi fyrirtæki og ræða við þau nýjungar í kælingu eða einhver öðru og þannig að mér finnst þess að við höfum tækifæri í landeldinu til þess að gera þetta. Ef að landeldi geti sýnt sjávarútveginum þá myndu menn kannski setjast niður og segja getum við gert meira saman. En limmiðakúltúrin til staðar ennþá. Hann ennþá til staðar. En að koma með nefskatt hef ég ekki trú á. Ég hef ekki trú á því. Ég held að sé ekki rétt leið. Ég held að það... Nei, já, kannski ekki við. Ég man nú ekki hvort að Norðmenn með þetta sem opinberan. Jú, þetta er opinbert batteri. Þetta svona svipað á Íslandsstofa fengi bara prósentvís af öllu aflaverðmæti í bæði laxi og hvítfisk og örugglega í uppsjávarfisk líka til þess að markaðsetja. Og Norðmenn hafa náð fínum árangri. Þeir til dæmis tóku það verkefni að sér óumbeðnir að finna nafn á þorskin í Kína. Það var ekki til nafn á þorski. Þannig að við erum auðvitað að fylgja Norðmönnum í svo mörgu og þeir fara núna á undan að markaðsetja þorskin sinn í Kína. Við fylgjum bara á eftir. Auðvitað vildi að við værum bara í forystu þarna. En það þýðir auðvitað mikla peninga sem þarf í það en ég hefði haldið að vera miklu klókara þessi stóru fyrirtæki að vinna meira saman sem ekki alveg í þeirra náttúru. Nei. En ef þau myndu vinna meira saman þá gætu við náð ennþá meira árangri í því að branda okkur. Við erum ennþá með marginu hærri en aðrir en hún hefur farið minnkandi. Þannig að við vitum alveg að það þarf að halda í horfinu og vinna áfram í því að byggja upp sterkt brand sem íslenski fiskurinn. Stýrandi sjávarklassanum, þarftu að vera mikill hugmyndasmiður sjálfur, þarftu að vera mikill stjórnandi sjálfur eða rúlar þetta bara og ertu skemmtanastjóri og tekur á móti fólki sem að... Ég í innlagni sagt við húsvörður í sjávarklassanum. Nei, það ekkert feimnismál. Þetta ég get sagt að ég með alveg einstakt fólk með mér. Já. Lítið teymi sem í sjávarklassanum, sem er 7 manns núna í sjávarklassanum sjálfum, svo eru þetta tengd mörgum startups. Já. En Alexandra Líber núna framkvæmdastjórinn, hún er breskættuð, gríðarlega öflug og getur verið að ferðast heiminn, var að koma frá Oregon og var þar áður í Ástralíu og bara að fara heiminn eins og fleiri af okkar fólki. Þannig að þetta myndi aldrei gerast öðru sem þannig núna en að ég geti svona verið pínliti skemmtanastjórinn og aðalega húsvörðurinn og þetta stór partur af þessu öllu bara að hafa kaffivélarnar gangandi í sjávarklassanum og láta fólki hafa gaman að hittast. Þar gerjast flestu hugmyndirnar. Já, og þannig það að gera, þannig það að útbreiða. Ég sjálfur að ferðast þetta mjög mikið líka út af þessu og ég að ítrekka við fólk þetta snýst gríðarlega mikið það að eiga þetta samfélag og byggja traust milli útgerðana og ólíkra aðila. Það ofta á tíðum ég fer inn í svæði þar sem að
eru sko frábærar hugmyndir í háskólum sem ég veit og ég hitti til þess eitt sem var að vinna brilljant hugmyndir á Bostonsvæðinu og ég sagði hann hefur komið til New Bedford og hitti eitthvað útgerðunum sko. Hann sagði ég hef aldrei bara hitt útgerðamann. Nei. Og þetta ekkit ósvipað þegar ég var með fyrsta fundin minn í Grindavík þar sem maður mættu sko ensím, fólk sem var að þróa ensím, það hefði gert það í 10-15 ár. Ertu að tala það fyrsta svona kynningarfund á konseptinu? 2012 var ég með kynningu á frumkölum í Grindavík og þar komu Pétur í Vísi sem náttúrulega einstakur maður og fleiri og Pétur sagði, ég vil endur bara hitta þetta fólk, komið á skrifstofuna mína og tölum saman. Þau hefur verið að þróa þetta í 10-15 ár þessi ensím úr þorskinum og þau sögðu mig eftir á eins og allir einstakur maður, Pétur og vil gera margt fyrir okkur en hitt síðan áhugavert við aldrei komið inn á skrifstofu forstjóra útgerðarfyrirtækis áður. Og þannig að það ennþá dálítið bil á milli. Þeir ekki bestir að svara e-mailum, margir að okkar mönnum, vínumönnum og þannig að við þurfum að halda áfram að vinna í því að láta það og vera með í þessu, leita og tengjast þessu. Algjörlega, bæða því hvað það varðar og líka bara svona almenn fræðsla sko, greinina, ungu krökkum og svoleiði sko. Ég get sagt þér það sem að pirra mig líka. Mér finnst við vera að barma okkur rosalega mikið. Já. Það og ég veitu þetta núna, sleppum svo veiðigjaldi núna sem alltaf sagði út af fyrir sig. Já. En það ekki sleppa því, ég lít svo á að það sé ekki klókt fyrir okkur að halda áfram að skattleikit út í eitt. Það ekki á dagskrá hjá okkur? En aðalatrið það að ég held að við gleymum því þegar ég byrjaði með sjávarklasa. Þá var ég svo áhugasamur allt þetta unga fólk sem var þegar til staðar að gera fína hluti. Og þá voru menn sem sagði við skiljum ekki akkur þetta velja þessa grein, það svo lítið að gerast í henni. Svo hitti ég jafnvel útgerðundar sjálfar og þessu bara það engin fjölmiðl sem hefur lengur áhuga því sem við erum að gera. Ég spurði hvað eru það að segja þeim frá og þeir sagði við mig, ég til dæmis með aflafréttir, það engin lengur svona stór miðill sem segir frá þeim eins og var í gamla daga. Leið og við fórum að segja frá öllum nýsköpunum verkefnunum og sem hafa bara stelpurnar í Fíl Æsland sem voru að fara að gera kollagen eða allt hitt, þá sýndu fjölmiðlar það að þeir hafa bara ekkert á móti sjávarútveginum. Og hvers vegna erum við ekki að segja allar þessar sögur sem eru núna? Sjáu þið Siglufjörð. Siglufjörður eru bara byggður af flottum útgerðarmönnum sem eru að setja pening í rannsóknir núna við að þróa skel. Sjáu þið Eyjum núna, sjáu þið hvernig þeir eru að taka Laxey. Peningurinn allur útgerðinni bindinn í samfélagið. Við eigum svona dæmi fullt af svona dæmi. Nú Daði forstjóri þar, alveg eins og Siggi Einars, tekur á móti öllum mínum frumkvölum, alltaf opið fyrir nýjum hugmyndum, en við erum ekki nógu dugleg að segja frá þessum sögum. Heldur þetta einhvern veginn eins og fólk finnist og við ekki vera að gera góða hluti og það menn halda sér bara í svona skugganum daldið, vegna þess að það sé einhvern veginn allir svo á mótið þeim. Það virðist allir auðvitað hafa áhuga því ef einhver kaupir Gunnars majónes. Einhver árangarsríkur sjávarútvegsmaður kaupir Gunnars majónes, þá þetta rosa hlaupið á það. En staðreyndin svo að það líka vegna sem við erum lélega að segja hinna sögurnar. Við erum daldið svo introvertar sem erum bara að gera góða hluti. Við þurfum bara að opna þetta aðeins. Það sé ekki bara svona vindu upp á sig langan tíma sko að vera hrættu við umtalið sko, þú kastar einhverju sögu út í eterinn og veist ekki alveg hvernig hún kemur tilbaka sko, hvernig viðbröðu verða. Það bara eins og hefur alltaf verið og við auðvitað óttumst alltaf í grunninn eins og Davíð Skeving sagði alltaf við mig að Ísland þannig, viðhorfin eru hér þannig. Ef þú græðir peningur þá ertu svikari, ef þú tapar þá ertu aumingi. Það ekki þetta, þú ert ekki þarna á milli sko. Og þannig að það þetta smá hausverkur en við skulum ekki gleyma því að þetta land sem að virða mjög mikið atvinnamennsku og árangur sko. Það allt í lagi að vera í fjölskylduveislu, ung kona og segjast alltaf stofnaði degið fyrirtæki. Það ekki svo í mörgum löndum. Frænkurnar í öðrum löndum myndu örugglega segja akkur í ósköpunum valdir ekki að fara að vinna hjá Socials í Stömmet. Hvernig stendur þau að fara að taka áhættu í lífinu? Við eigum þetta til. Það þessi áhættu sækni sem það góða í þessu samfélagi okkar. Það þetta með sko sem að daðra við ykkur að jaðra við öfund. Það var einn danskur kollegi svo ég kvóti þá aftur sem að vann sem sagt í Bandaríkjunum, var að vinna á herstöð í Bandaríkjunum og kynntist þessu gagnstæða viðhorfi að þú ert á Ferrari og leggur á bílastæði í Bandaríkjunum þá líta allir á því og segja þú búin að gera gott
helvítið ertu búin að sigra vel í lífinu en ef þú ert á Ferrari í Kaupmannahöfn sko, þá bara hringir nágranni strax á skattir og segir hann að stela einhverju þessi Þetta mjög mikið til í þessu En segðu mér hérna ok, það eru mýmörg dæmi flott fyrirtæki sem að hafa sprottið upp úr sjávarklassinu komum aðeins að þeim á eftir, ég ætla að fá að spyrja það meir út í það en svo hefur líka verið þráttur að hafa verið skeptískur á leðurklæddam unga mannin fyrst þá hefur líka verið pláss fyrir fyrirtæki sem að eru kannski ekki beint sko, má ekki beint segja séu sjávarútis fyrirtæki það hafa verið þarna bara kynningar og markaðsfyrirtæki athygli sem ég nefnir sem dæmi og einhverjir svona kallar sem að sýsla saman gamli kallar á fluginu sem að leigja saman skrifstofu og setja ákveðin braga á þetta hvað er þarna? Er þetta leiða saman fleiri hesta? Ég nú gamla að segja þetta þegar að það kom eitt tímarit sem baði upp sem var reynda sjávarúttistímarit sem var gefið út af Sigurjóni Egilssyni að það fekk skrifstofu hjá okkur og ég vissi ekki almennilega hvort þetta var í gott hvort þið farið bara að biðja auglýsingar frá öllum litlu fyrirtækjum í húsinu en þetta var svona í byrjun, voru ekki með 12 fyrirtæki komin sko. En við uppgötum það sem var rosa interessant allt í nú var komið fyrirtæki sem að fóra að vilja taka viðtöl við frumkvöluna og mörg þeirra höfðu bara aldrei farið í viðtöl áður þannig að úr var það sem við köllum lyfturæðan þú fór að þjálfa lyfturæðina þar þá fór ég líka að hugsa, heyrðu stóðþjónust á erindi hérna, við höfum verið með lögfræði stofu þarna einu sinni sem var reyndar brilljant, hann hélt að fengi mikið business út úr í hann staðrindir svo við fengum ókeypis ráðgjöf alltaf í kaffistofunni og ég séð fyrir mér að þetta þetta þannig, svo eru margir sem komin í þess með og segja, veistu, ég ekkert í sjávarefnum, ég að gera allt annað í heilsuefnum, en þegar þau hafa verið þarna, hafa þau sogast inn í þessa grein og svo erum við bara að líta á hringrásar, hann gerði allt sem og það er kannski ástæðan fyrir við erum núna að fara í svona stóra að taka álverið á Suðurnesjum og breyta því í kálver það verður ekki bara þessi að við erum að taka það húsi yfir og erum að setja þær fyrirtæki inn ætlum að hafa þar blöndu af jafnvel fyrirtækjum sem í eldi þörungum í ræktun á jarðaberjum og sveppum og hvað það er sama hugmyndafræði nefnilega þetta er rauninni bara að segja 100% við ætlum að nýta hérna allt sem er þarna og það er frekar það sem ég segi og leitar þessum frumkvölum þá eru þau kannski á einu sviði en þau eru að hjálpa stað og þau fara inn á ólík svið þannig að við þurfum að stækka hana að gera og þess vegna er gott að hafa stóðþjónustuna við liðan á sig líka Það er flott, þá verður líka ekki alveg nákvæmlega sami bergmálshellirinn í kaffitímanum sko. Ég held að sé akkurat það sem er það sem er. Erðu komið að sinna á hérna svona hluti sem að hafa sprottið upp úr og fyrirtæki sem hafa sprottið upp úr sjávarklassan. Getur nefnt mér ykkur svona dæmi sem við þekkjum? Já, sko, ég held að ég er mjög stoltur af því að stelpurnar í Feel Iceland komu til okkar og þær voru með allt aðrar pælingar, voru að hugsa sér þegar byrjuðu Feel Iceland satt fyrirtæki sem bjó til Feel Iceland vörurnar, kollagen úr hérna íslensku roði öllu heldur fór að selja það og síðan var það líka kollab þessi frægi drykkur sem að kom úr hérna hugskoti Hrannar Margrétar stofnanda Feel Iceland. Þær höfðu komið til okkar í upphafi og ætlaði að fara að þróa fisk í hágæða sölu til ýmissa landa og ég svona í framhjáhlaupi nefndi við þær að við værum að undirbúa, vorum þá með businessplan að stofna kollagen verksmiðju og ég sagði þeim bara skoðið það aðeins fyrir ykkur það voru 3 þarna saman með snirtifræðingur í hópnum og ég sagði þetta er perfekt örugglega en ég er að sjá það að kollagen er notað í snirtiförur sko. Og þær fóru bara á stað hugmyndinu auðvitað mín er í sjálfu sér einskis virði en það verður til þetta fyrirtæki sem að blómstraði síðan og svo eru bara fjöldin allra fyrirtæki sem hafa komið þarna inn og við vonandi svona hlúð að hérna eins konar vagga lítum við á bara hérna þannig að núna til þess er mikið af gervigreindar fyrirtækjum sem kom inn og fá bara eitt skrifborð og eru síðan að stækka mjög ört brilljant fyrirtæki svo Hefring Marine sem er að taka hérna sem fekk núna nýsköpunarverðlaun Íslands alveg ótrúlegur hópur þar sem ætlar að fá sjómennina skipstjóna til að velja leið sem er metin af gervigreind sem gera það verkum að það verður orkusparnaður og fer betur með heilsu sjómanna í það að vera með fyrirtæki sem er svo Greenfish sem er að leita að fiski hvar fiskurinn er eða hvar fiskurinn er ekki Eru þetta fyrirtæki sem að byrjuð í? Þau eru öll að byrja annarkort með samstarfi við Klak til dæmis og svo eftir einhvern hraðal þá koma þau til okkar og við lítum svo á þessi verkefni okkar
að hlúa að þeim áfram og vera bara til staðar og við erum svo með fjárfesta í húsinu sem hafa tekið þátt í mörgum verkefnum hérna Wasabi stofnandinn þarna hjá okkur ennþá og bara að gera frábæra hluti hann byrjaði í verkfræðinni að bara spá í það með félaga sínum hvað gæti hann gert við á Íslandi sem var í sniðugt í ræktun uppgötur að það er mikið vatn og mikið rafmagn til þess að framleiða eða rækta wasabi ég held ástæðan fyrir ég sé ennþá með hár sé svo að það er bara vikulega að koma til mín fólk með hugmyndir það er einstakt ég held að það sé ekki til skemmtilega starf í því að þú getur verið að fá til þín það kom til mín hugbúnaðarverkfræðingur núna sem er að spá í laxa með laxastigana að gera betur með það að með árnar til að koma í veg fyrir að eldisfiskur fari upp í árnar ég gessanlega elska þetta fólk þetta er svo flott fólk úti með þessar hugmyndir við þurfum eins og að búa vögguna fyrir það því það getur ekki endað í eldhúsinu heima hjá sér það þarf meira og það er hérna þú ert ekki bara húsverður, þú ert að leiða saman hesta ólíks það er það sem góður húsverður gera hérna fyrir þá sem er að horfa á þátti þá tókstu með þér já ég mátti til með að taka eina vöru sem er innan með uppáhaldsvörum frá Fíla Ísland fyrirtækinu sem heitir Oh My God sem er sem sagt serum og er sem sagt notandi kollagen úr þorskinum mér finnst þetta bara svo gaman að sjá getið ímyndað þetta við getum kannski gert 5 svona flöskur úr bara að minnstakosti úr einum þorski bara úr roðinu nei þetta er úr þetta er úr roðinu að hluta til og það þýðir með öðrum orðum að allt í einu roðið þarna á einum þorski orðið kannski $600-800 þannig að við getum gert fleiri flöskur líklega en þær og ég segi bara að það er bara svo gaman að þessari það sem er svo magna við þetta líka er að ímynda sér að við getum brandað þetta þess að þú ert að tala branding þá er þetta náttúrulega svo risastórt mál að fatta að það er fólk úti sem er að sjá þetta í allt öðrum hætti ekki lengur bölkvara heldur vara sem getum framleitt á Íslandi þróað vörurnar búna til á Grenivík Matís á kafi mörgum að þessum vörum í þróun þeirra með fullt af akademikurum og flottu fólki og við erum að búa til endalaus áhugaverð störf. Þetta er líka býr til svona hvað maður að segja, verðmætt störf flest af þessum. Og allt í henni bara sjáur þetta hipp og cool. Við erum dettur í huga að fara að selja snirtuvöru sem heitir Oh My God. Það er bara vegna þess að það er að koma þessi bylting er að verða og við getum gert miklu meira á þessu sviði. Það sem að nú framundan heldur að sé einhverjar hindranir í vegi fyrir svona áframhaldandi grósku í því sem þú hefur verið að fást við og því sem hefur verið að spretta upp úr í innan sjávarútvegs og þá helst innan klasans einhverjar hindranir núna svona, þú veist, við erum með öðruvísi þengjandi yfirvöld núna sem að vilja skattleggja meira greinina og ég held að í fyrsta lagandi skattlagninguna þá held ég bara að það hljóta að vera núna metið hvaða áhrif þetta hefur á greinina og það þarf að gerast hratt þetta fólk auðvitað búið að lofa því og það rosa stemming í þjóðfélaginu sem sýnir hvað við erum á vitlausum stað fyrir því að halda áfram að skattleggja allt út af því einhverjir, held ég séu búin að kaupa í majónes vesmiðu það er ekki flóknara en það er auðvitað mjög erfitt að horfa upp á þetta heldur áfram ég hef stundur sagt að þú fær 3 kjörtímabil af svona skattaáráttu sem ég er ekki að segja þessi ríkisstjórn margt sem við að gera bara ágætt við skildum ekki en ef það er skattaárætt á þessi tilfinning fólks að það sé betra að fara að vera þar sem þú ert að nota skattin heldur en að búa til skattfé þá getum við drepið allt þetta niður það þarf heilmikið til en það er samt hætti því að ef þú tekur þetta í langan tíma þá séum við að missa niður en að þrótt sem við höfum og við megum það ekki þannig að núna eru þetta bara efnahagslegar aðstæður erfiðar þannig að við finnum það alveg á fyrirtækjunum okkar sumum að þau eru svona óttast tíman framundan þannig að ég held að þetta er ekki besti tíminn til þess að vera í þessu og við erum því miður að horfa upp á niðurskurð líka í þróunarstyrkjum frá ríkinu sem ég held að við verðum að muna það eiginlega upphafið að þessu öllu hjá mörgum þessum fyrirtækjum þegar að við förum átt okkur að því að það þurfa að koma til móts við startups með styrkjum eða framlögum þetta eru lítil framlög en þau geta gert gríðarlega mikið ef við höldum í það, eflum tækniþróunarsjóð og það sem er að gerast það, pössum upp á líka
menntunina, pössum upp á rannsóknastofnanir eins og Matís, þá, og erum auðvitað að passa upp á það að það sé líka bara moldrík, flott fyrirtæki sem eru tilbúin til að leggja áhættu fé í rekstur eins og þau hafa verið hingað til. Akkurat. Þá erum við á góðum málum. Það er svo erfitt að segja Íslendingum, það þurfa að vera fyrirtæki sem eru bara að græða vel. Og ég held að við erum að sjá það núna á Íslandi, breytingur sem hefur orðið á síðustu áratug kannski, bara mikið að efna fólki sem að, og ég sef alveg yfir velgengni annarra, sem að fjárfesta og taka áhættu vegna þess að það hefur ráð á því. Og við erum bara ólík mörgum öðrum svæðum sem við förum á, með sjávarklassan. Þar eru þessi svæði með ríkt fólk, það er hins vegar farið. Annarkvort út sköttum eða vegna þess að það hefur ekki trú á samfélaginu sem það býr í, litlum þorpum, þá fer það eitthvað annað, annarkvort frá New Bedford til Boston eða Bergen til Óslóar eða einhverjum útkverfum, útbæjum Bretlands yfir til Lundúna og svæðið stendur eftir með ekki nýtt. Þetta er góður punktur hjá þér. Þetta er eins og sjáum á, eins og bara fyrir vestan sko, að það eru heimamenn sem að fjárfesta í tæknifyrirtækjum á sínu svæði. Þetta er ótrúlega þýðingar eins og núna þessi fertrampenninga er að streyma þar allt sko, og fólk er að taka þátt í verkefnum núna. Við þurfum bara að halda í þetta. Það er ekki sjálfgefið. Í Bretlandi núna 240.000 manns búin að flytja til Dubai út af skattaálögum. Og við verðum að njóta þess og sofa vel yfir velgengni annara. Ef við missum það niður, þá er þetta búið. Við verðum að passa upp á fjöröryggið okkar. Algjörlega. Þór, er eitthvað sem þú vilt skjóta inn að lokum? Nei, bara gleðileg jól. Herðu, gleðileg jól. Takk fyrir þetta. Sömuleiðis.